Gaman að sjá okkur svakar. Já, sömuleiðis. Já, sömuleiðis. Já, ekkert breyst. Jú, ég hef lagt 10 kíló, sko. Það langt sem við vorum í Eyjastrákum. Munið þið það? Já. Hvenær voru það? 2005. 2005? Já. Það er 12 ár síðan. 12 ára síðan. Þetta er langt. Og það er hvað, núna 2017? 17. Það er sama sætaskipan í bílnum, ég aftur í og farþegi í. Sker alltaf í skammakragna. Við vorum þarna að vita til, það var svo mikið snjór í Eyjum, munið þið því? Já, mikil snjór. Já, Það var alveg bara svaka gaman. Horfum við oft á myndbandið þarna sem við tókum upp. Það var svolítið. Já, það er gaman að þessari ferðarna með okkur. Já, Ég ætla að endur taka nattur í Reykjavík. Já. Það vantar bara snjóinn. Vantar bara snjóinn. Það er ekki orðið snjór síðan. Og örugglega ekki Eyjum. Strákar, hvað er að frétta hjá okkur? Það lásum við sést. Það er bara alltaf ljómandi vel að mér. Ég Já. er náttúrulega bara gallharður og glaður. Eins og var þá líka. Já. Auðmjúkur í hjarta og hérna. Það var líka þá, var það ekki? Já. En Ásgeir? það er bara nokkuð gott. Jú. Maður var í því og allt það. Auðmjúkur í hjarta. Jú, einmitt, það er bara mikið jákvætt við það. En þú, koni mín, hvað er að frétta því að þér? Já, þá hafa hann svona. Já. Það er allt gott að frétta mér, já. Já, jú, auðmjúkur í hjarta og jákvætt. Hver var hérna, segirðu? Elton John. Söngvarinn? Já, söngurinn. Guði góður, Ásgeir. Við erum góðir. Heldur betur. Hvað er framöndan hjá okkur í Guði? Það er bara að halda áfram að byggja sig upp og vaxa. Sætt alveg með. Ég er ekki að tala undir stýri, sko. Við erum þetta úti vinir. Ragnar hérna, svo sem var í Traðberginu og Konni. Það er Ragnar, þú stofnaði Vonarhöfn í Hafnarfirði, ekki? Jó, eða við. Já, einmitt. Og hvað hérna, það er ekki lengur upp eða eitthvað? Nei, það er svona bara, það var farið með þetta svona í heimahóp og ég veit ekki hvort þessi starfa er ennþá, en þetta er náttúrulega bara allt til. Við hefum bara ekki komið saman lengi, þannig að það er alltaf voðalega gott að byrja að tala til sín. Þegar við fórum til Vestmanni á sínum tíma, var Vonarhöfnin komin þá eða hvað? Já, það var nýbyrjaði þá. Ég byrjaði þá. Við byrjuðum haustið. Já, 2004. Já, og þetta er vorið 2005 eða ekki? Nei, líklegast bara enda ásins að því. Já, þetta er vetur. Og snjó. Þetta er í nóvember. Já. Þetta er í nóvember sem að 2004 á haustið. Það var nokkuð svona blómlegt starf allan tíma. Margir að koma og margir að bara mjög ánægði með þetta. Já. Það er alltaf verið að hringja líka margir. Spyrja hvernig við ætlum að fara að vera með bænasundir og ég er svona bara verið að styrkja mig andlega og í bæninni. Einmitt. Þetta er náttúrulega mikil ábyrgð þegar maður er fyrir svona starfi, sko. Já, hlut. Og náttúrulega ýmislegt annað sem að
maður var að gera líka með. Já. En maður lærir alltaf á hvað maður á ekki að gera. Já. Hvað maður á að gera. Einmitt. Þú varst þarna líka með okkur, ekki? Jú, ég var þarna í 10 ár, Já. rúm. Og þannig að þú varst með samkomur í 10 ár þá, á staðnum með? Já, ég hugsa að ná því alveg rúmlega það, 10-11 ár. Já. Það var 10 ára afmæli hérna Já, á 2014. byrjuðum með aðstöðu í Þjóðkirkjunni og vorum þar í örugglega 3. árið, ekki? Jó. Í sal sem að hét Vonarhöfn. Já, Þess vegna kom nú nafnið. já. Við ætluðum nú að vera með annan nafn á þessum. Já. Það var, Bara talaði ekki við þetta hérna. já. Bara, Það var komið mannstu eftir einhverju nöfnu sem voru komin á það? Það var ekki Postulakirkja? jó, Postulakirkjan. En svo þegar við vorum bara hérna á stoppfundinum eða sem sagt hittust þarna vorum við teltun og þetta á ammælinu, Já. einsársafmælinu, að þá kom þetta nafn bara, ljóst þetta niður bara. Og þetta var bara fyrir framan okkur allan tíma. Já. Þetta var ekki eins og við vildum. Þetta Guð vildi bara. Já, þetta var bara frábært. Já. Mér fannst svolítið gott að vera þar. Það var svolítið svona, við vorum svolítið nær hvort öðru. Já. Við vorum svona í hring, báðum saman og svo fór einn inn í hringinn og æfðum okkur að biðja fyrir hvort öðru og byggðum hvert annað upp. Vorum með svona hvatningu, Já. hvetja hvert annað til þess að ganga vegi með Guði, hvetja hvert annað til að leggja fram bænarefni og biðja. Fórum svona yfir aðeins hvað við vorum að gera og við gátum alltaf rætt allt í trúnaði og þetta var svolítið gott. Þannig að þetta vantar alveg. Þannig að hérna Það voru kannski mistök að setja þetta upp í Hafnar, það þrífst ekki þar víst. Nei, ég trúi því ekki sko. Nei. En það er komið annar söfnuður í Hafnarfirði síðan þetta var. Já. Hann þrífst mjög vel og búinn að kaupa þarna húsnæði og Hvaða söfnuður er það? heitir Boðunarkirkjan Já. og hérna hann er á Álfaskeiðinu. Þeir keyptu gamla Álfaskeiðsbúðina, búinn að breyta því í mjög flott húsnæði. En hér erum við í dag að éta ís og keyrum á rúndinum. Rifið upp gamla tíma, Já. það var mjög gaman. Þeir koma víst ekki aftur, Nei, undar ekki. en það er Við erum allan orðið þroskaðari. Það var þroskaðari. Já. Þroskaðari hérna. Það er nú hellingur. Og læra af mistökum og reynslu og gengi í gegnum allskyns baka. Já. Þannig að ég held að maður gleymir náttúrulega aldrei þegar maður eignast þessa gjöf, Guðsgjöf Akkurat. og anda Guðs, að maður gleymir því aldrei. Nei. Býr alltaf að því og svo líka bara að vera í þessari lofgjörð og bæn, það skipt svo miklu máli. Einmitt. Og hvað er það fyrir þetta þér, konu mín? Allt gott er þetta mér. Já. Ég er að leita sjálfum mér. Það kemur fyrir bestu menn. Jú. Já, gaman að hitta ykkur svo. Ég er mjög glaður með það. Ég átti nú ekki von á því að þetta er í dagurinn sem við myndum hittast. Nei. En maður er svo sem alltaf lengi hugsað það. Bara þennan góða félagskap sem var alltaf á milli okkar og svona væntum þykja. Kærleikur, erum við ekki saman að því með það? Jú, algjörlega sko. Algjörlega. Það verður aldrei tekið að menn ef maður er alltaf að hugsa um þennan tíma. Já. Góðir strákar sem maður kynntist. Já, nákvæmlega. Svo líka það var svo gaman líka, við vorum að fara í svona allskyns ferðir sko. Já. Og vorum kannski öll kirkjan sko, bara á þvæling á nokkrum bílum. Lentum í allskyns ævintýrum. Jú. Og við upplifðum allt sérstakt. Já. Þannig að hérna. Eftirminnilegu ferðir sem við fórum að það voru ekki held ég á bara 5 bílum. Fórum norður á Akureyri og Já, passar. fórum alla leið að Mývatni og fengum Snorra Óskar til þess að gæta fyrir okkur. Já, ég misti á Mývatnsjörðinni þegar bilaði einn bíllinn. Og ég varð eftir, ég og dóttir mín. Já. Af því að ég var að koma honum á vegstæði og það fór eitthvað glussarur. Og hérna, ég varð eftir og lét ykkur fara bara á bílnum mínum. Já. Og fór með grænu skutlunni, ég átti nú hinn bíl líka þannig að fór með hann hérna á vegstæða með hann. Beið svo bara á Akureyri. Já.
Þannig að þeir keyptu sér lag fyrir mig strax Akureyringarnir á vegstæðinu þarna og við fórum bara að þvælast með bæinn ég og dóttir mín. Já, þetta var flott. Flott húsnæði sem að Svaka kirkjan er búin að fá sér. Já. Svaka pláss í henni líka. Já, virkilega vel gert. Er loft hérna eða? Já, svona hitaloft. Já. Ég er ánægður með þetta. Þetta er ekki ánægður með þetta, Ásgeir. Stórglæsilegt. Segir bara til hamingju. Hamingju. Smárakirkja. Æja, þetta er búið að vera gaman hjá okkur í dag. Þetta er búið að vera flott maður. Gaman að koma og hittast aðeins og fá sér ís og spjalla bara. Lífið og tilveruna. Lífið og tilveruna, já. Við höfum það að endurtaka þetta Já. fljótlega eftir. Já, ég er sammála. Gaman að kíkja svona í söfniði og sjá hvað þeir eru að gera. Amen. Svo smára kíkja. Þetta er svaka stórt húsnæði. Salurinn góður og öll aðstæða bara besta móti. Ég get ekki sagt annað en. Það var gaman að hitta þessa ágætu félaga minna og við trúum því bara að Drottinn ætla að gera eitthvað meira. Við verum alltaf að trúa því að Drottinn sé endurnýja eitthvað sem á að vera áfram og það er nú svo ekkert merkilegt en við höfum nú aldrei svona gleymt hvoru öðrum og við höfum nú reynt að svona halda samfélag og við höfum nú alltaf verið ágættir vinir allir. Það er kannski fyrir mestu. Ekki sammála því? Já, eins og bara við hittum ykkur í gær. Já, nákvæmlega. Það er alveg nákvæmlega þannig. Það er bara ekkert öðru sér. Nei.